Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er góður gestur Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur. Við ætlum að fara hérna aðeins yfir hefðir og venjur, íslensk gildi og fleira. En í dag er öskudagur og öskudagur er hluti af föstu sem er gömul íslensk hefð eða hvað? Ekki bara íslensk, hún er bara alþjóðleg eða við allan hinn kristna heim. En þetta er sem sagt upphaf langaföstu var reyndar á sunnudaginn. Það heitir sunnudagur í föstu inngang og svo var föstu inngangurinn sem var gleðitími. Þá sletti fólk úr klaufunum á mánudaginn og þriðjudaginn og við vorum með sprengidaginn í gær sem var okkar litla framlag til föstu inngangsgleðinar. Nú, hvað er fasta? Orsök föstu mun vera hollustu atriði. Þegar að fólk, bara maðurinn, löngu fyrir Krists fór að borða fjölbreyttara mataræði, þá kom víst í ljós að þeir hafa reynslu vísindum að það var ekki gott að borða einhæft sama matinn alltaf. Þannig að það var fiskmeti og kjötmeti og grænmeti og korn. Þannig að menn vildu fara að hafa einhverja reglu á því, fundu það út af reynsluvísindum að það væri gott að blanda þessu eitthvað. Og það voru settar vissar reglur og af því menn vildu brjóta reglurnar margir, það var sagt að Guð almáttugur hefði skipað þessu til þess að menn tryðu. Nú en langafastan hún er upphaflega komin frá Hebreum meðan þeir voru ennþá hirðingjar og reikuðu með ærnar og eða bara kindur og geitur og á seinni hluta vetrar þá voru ærnar og höfðlurnar lambfullar og þá mátti auðvitað ekki slátra þeim. Þannig að það var bannað að éta kjöt. Og þetta er upphaf langaföstu. Síðan hafa orðið ótal breytingar á þessu gegnum tíðina. Þetta var löngu fyrir Krists. Og annað kom inn í til dæmis þegar menn fóru að rækta korn. Þá bættist við hátíð ósýrðubrauðana á svipuðum tíma og sauðburðarhátíðin. Páskarnir eru sauðburðarhátíð. Og svo gerir þetta svona í kringum fyrir svona 1000 árum og þá svo regla kemst á að langafastan skyldi verða 7 vikur. Og enda byrja þarna sem sagt á öskudegi. Og til hvers er askan? Já, til hvers er askan? Já, hún er gamalt iðrunarmerki. Bara að steypa yfir sig ösku. Já. Það var iðrunarmerki og fastan átti að vera iðrunatími fyrir páskana. Þetta er svona eins og einhvers konar innhverf íhugun. Já, það má vera, menn átti að hugsa hvað maður væri syndugur og því líkt. En askan er sem sagt iðrunarmerki og því var það að á öskudaginn í katólskum sið vel að merkja þá jós presturinn ösku yfir söfnuðinn dreifði þetta og þannig er komið orðið þetta er komið orðið sprengidagur er komið frá þessu. Nú? Já, það er ekki að geta sig í spreng. Nú, það er ekki það. Nei, þetta er þannig sko að hér á miðöldum, á 15. og 16. öld, var hér mikið þýska sjómenn og kaupmenn. Og þeir voru hér stundum allt árið,
eins og til þessi Hafnarfirði, þeir höfðu meira að segja sína kirkju og þar hafðu þeir sína siði. Þeir fluttu inn þennan sið að dreifa ösku á öskudaginn og það heitir á þýsku sprengen og þar til orðið sprengetak, því bara dreifingardagur. Og Íslendingar, þeir skildu náttúrulega ekki þetta orð sprengetak og tóku það upp sem sprengetak og það var að éta sig í spreng. Þetta bara íslenska misskilningur á þýsku orði. En skemmtilegt. Já, það margt skemmtilegt í þessu. Þetta einmitt, sko, hugsa ég mikið og fjalla mikið við þetta borðum fjölmenningu og svona, hefðir og menningu og ég ofta að velta fyrir mér þessu orði þegar að talaður gildi sem íslensk gildi sem einhvers konar, ég veit ekki, sko, afsprengi menningar eða eitthvað neginn. Ég hef allavega ekki náð almennilega utan hvað umræðir, en það er eins og þú segir, þegar sprengidagurinn er nú bara frá þessum þýsku sjómönnum sem að komi fluttu hér inn menningu, eitthvað sem að við álítum okkar eigin núna. Er fjölmenning kannski bara engin ógn við íslenska menningu eða íslenska gildi? Ekki sé ég það. Nei? Ég segi bara saman og þú, ég veit ekki hvað fólk að meina þegar það talar íslensk gildi eða vestræn gildi. Það eiginlega hálfgerð bara verið að breyða yfir eitthvað ljótt, finnst mér sko. Já. En ég var bara að halda áfram að dreifa ösku á öskudaginn. Já. Nú gerist það af miðja 16. öld að það verða siðaskipti. Og ekki bara hér, heldur alla norðanverða Evrópu. Og þá í staðinn fyrir að öskudagurinn iðrunadagur, þá fóru mótmælendur að gera grín að kaþólskunni. Og í staðinn fyrir að iðrast, þá fóru þeir að gera þetta gamaldegi. Þriðji gamaldagurinn, það var sko bolludagurinn. Og það sem menn máttu reyndar ekki borða kjöt, en urðu að borða eitthvað annað, eitthvað kornmeti, og það voru bollur. Og svo kom sprengidagurinn og svo kemur þessi þriðji gamandagur. Þá ljósumenn ösku hver á annan á götum úti. Já. Það voru að gera grína kaþólsku iðrunadeginum. Já. Og ljósum þetta var mikið gamandagur. En hér á Íslandi þá voru engar borgir, en það var ekkert fjölmenni. Og ef fólk ætlaði að taka upp þennan sið, að gera grín að öskudeginum og hausa ösku hver á annan, þá getur maður ímynda sér inn í hverjum torfbæ ef maður hefði farið að hausa ösku hver á annan. Þannig að ég held að skýringin á öskupókunum sé svo að í staðinn fyrir að fólk og krakkar færa að hausa ösku hver á annan, þá fundið svo lausn að setja öskunni í litla póka. Já, og hengja svona... Og hengja á hver annan. Akkurat. Og öskupókasiðurinn nánast einvörðugur til á Íslandi. Já. Hann óþekktur annar staðar nema ég hef frétt af einu stað austur á Indlandi, þar sem að svona lagaðir... Þar sem eru öskupókar? Já, en það einu staður í verður sem ég hef, en það kann að vera eitthvað víðar, en þetta hér í Evrópu þetta alveg einstakt á Íslandi, þessir öskupókar. En nú öskudagurinn ekki, hann snýst ekki mikið öskupóka lengur? Nei. Hann orðin einhvers konar svona, sambland af þessari hrekkjavöku hefð og þar sem börn einhvern veginn ganga í hús eða fyrirtæki og syngja fyrir nammi. Já. Þetta er orðið líkara því sem að vera út í Evrópu. Sko, þannig var þetta þar öldum saman, sko. Þetta var svona eins konar hrekkjavaka. Já. En þetta er tiltölulega nýtilkomi hér
En þá kannski hálf öld, trú ég að séum, svona að klæða sig upp í búninga og því líkt. Já. En það var til gaman, annað gaman mál hér, sko, til dæmis að eins og þú kannski heyrðum að slá köttun úr tunnunni. Já. Og sem að það byrjaði hér í Reykjavík en helst við og var við, þekktist víðar í Kaupstöðum en helst bara við á Akureyri. Ég veit ekki hvort það er þar ennþá en það helst mjög lengi á Akureyri. Já. Og það var hér aldrei hafði köttur hérna út í Evrópu, þetta er hollansku síður upphaflega. Já. Og barst til Danmerkur og þar hafði lifandi köttur. Og þetta var hálfgeir dýra nýð, sko. Já, þetta er frekar ljótt. Hér var þetta nú aldrei, það var dauður hrafn í tunnunni. Það var dauður hrafn í tunnunni? Í tunnunni hér, já. En þeir riðu hérna á Akureyri með kylfur og lömdu tunnunni í sundur. En það átti sko köttur á hlaup úr tunnunni þegar það var búið að mölva hana. En hér var það bara hrafn, dauður hrafn. Þetta sem er önnur íslensk hefð. Já. En já, svona einmitt, sko þetta hefðir og menning og svo aftur gildi, þetta er eitthvað svona sem að breytist með tímanum. Það breytist, það hefur breyst alla Íslandssöguna. Við vitum bara ekki nógu mikið hvernig svona hvernig leikir eða svona gamanmál voru því að þetta var ekki nógu merkilegt til að skrá á skinn. Einmitt. Ja, og það var frekar eftir að pappírinn kom til sögunar en yfirleitt svona léttmeti það var ekki mikið skráð niður. Þess vegna vitum við ekki nákvæmlega hvernig fólk skemmti sér. Nei. En það er þá vitað, það litla sem við vitum er að þetta var síbreytilegt en samt ekki eins hröð breyting og við munum bara í okkar lífi frá því að við fætumst sko. Þá var breytingar orðið langt hraðari en það voru samt, og maður getur alveg lesið að það voru breytingar frá öld til aldar. Já. En þessi gildi, ég verð að segja bara, ég verð að skrifa mig frá því. Ég hef aldrei skilið hvað fólk er mér finnst fólk eiginlega að vera eiginlega falsa eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað fólk meina með þessum gildum. Nei. Og ekki bara íslenskum heldur, bara vestrænum gildum eða hvað við viljum kalla það. Nei. Þó þetta er eitthvað orð sem að maður sér oft svona fólk nota, fela sig á bakvið þegar það er réttlæta fordóma svona í garð útlendinga. Já, réttlæta fordóma, einmitt. Já, það er einmitt, þetta er svona, maður rekst á þetta svona endurtekið núna fjölmiðlum stundum í tali stjórnmálamanna en kannski á meðal almennings sem er kannski ekki alveg fordómafullur og við viljum oft láta eða svona tilfinningin verður einhvern veginn, hún verður svona lituð af umræðunni í fjölmiðlum sem að blása upp eitthvað sem að er kannski ekkert svona mikið stórmál. Manstu eitthvað eftir fordómum svona bara úr þinni æsku og uppvexti fyrir útlendingum eða útlendingaandúð? Mjög lítið. Mjög lítið. Ég veit ekki hvort ég var að taka dæmi. Já, endilega. Þegar það hefur oft verið talað hvað miklu fordómar voru gagnvart stúlkum sem lentu í ástandinu. Já. Ég var 8 ára gamall þegar að berska hernámi kom og svona ameríska. Og náfrænka mín, voru systkinabörn, hún lenti 16 ára gömul í ástandinu. Og ég bara ólst upp við þetta. Fólk var ekkert hneykslað á því að hún skyldi vera með útlendingum. Ekki neitt. Fólk var bara hrætt að stelpan er í ólétt og svo hermaðurinn kallaði burt. Það var óttinn. Ekki að veri, ef nokkuð var, það var bara gaman að því að hún skyldi vera með útlendingi.
Já. Þannig að ég held að svo var þetta þessi fræga nefnd, ástandsnefnd eða hvað það hét sko, hún hefur verið blásin upp sem að all þjóðin hafi verið svona. Já. Allavega, mín reynsla sem barns var ekki þessi. Nei, en það kannski einmitt þegar sko, áhrifafólk einhvern veginn tekur sér svona eða bara fólk, fordómafullt fólk kemst til áhrifa, það er kannski frekar það. Já. Og einhvern veginn nýtir sér bara eitthvað svona samfélagslegt eins og ástandið eða bara flótta mannastraum eða hvað sem það er einhvern veginn. Það sé svona, þetta er eitthvað liður í þessu og það er einmitt að það er þetta fólk sem að talar mjög mikið vestræn gildi og hérna. Já. En sko, hvað er svo, við tölum aðeins hérna sprengidag. Sprengidagurinn væri þessi þýska sprengidag. Já. Hvaðan kemur þá saltkjötið? Já. Það er gott að minnast á það. Sko, saltkjötið, þetta er okkar litla kjötkveðju hátíð. En saltkjöt kom ekki til sögunar á Íslandi fyrir á 19. öld. Nú? Nei, það var kjöt, það var hangikjöt. Já. Og það er ágætt að útskýra það. Hér var ekki til salt. Hér fluttist ekki salt. Já. Nema mjög litlu leyti, það kom svona til biskupsstólana eða svona höfðingjana, en þannig málvexti að þegar einokunin kom hingað, sko hér hafði við í miðöldum voru hérna fullt af þýskum kaupmönnum og enskum kaupmönnum og hér var mikið vöru úrval á 15. og 16. öld. En síðan kemur einokunin danska og þá vorum við bara verslunir einlökuð í Danmörku. En okkar góði kongur, Kristján IV, hann vildi vera góður við okkur, blessaður. Og hann sagði hérna, gaf út tilskipun til kaupmanna að þeir mætti ekki leggja á mjöl og salt. Þetta voru brýnustu nauðsynjar fólksins. Og hvað gerðu kaupmenn þá? Þeir hættu bara að flytja mjöl og salt. Já. Og þeir máttu ekki leggja á það. En nema bara fínasta fólkið fékk þetta auðvitað. Og það er ástæðan fyrir því að brauð var sælgæti. Nokkuð sem að fólk fekk mjög sjaldan. Þess vegna byrjar vísan svona að gefa börnum brauð að býta í á jólunum. Já. Svo kemur hitt á eftir, klæðin rauð og svo komur þau á bórun og væna flína feitum sauð. Það kemur á eftir. En brauðið, það var nýnæmi. Og þess vegna urðu húsmæður að hafa brauðið svona næfurþunnt, þannig laufabrauðið sprottið, af því að það var það til þess að allir fengi pínu lítið brauð til að býta í. Já. Að þá urðu þeir að hafa brauðið svona næfurþunnt. Og með saltið, hvað gerðu menn? Menn urðu til þess að geyma kjöt, þá var ekki aðalega tvennt að ræða. Það var að reykja það eða súrsa það. Það er ástæðan fyrir þessu mikla súrmeti hjá okkur. Það var við höfðum ekki saltið. Svo fer á 19. öld þegar einokuninni léttir af, þá fer að flytja salt. Og þá fannst mann miklu meira spennandi að borða saltkjöt heldur en hangikjöt. Og þess vegna kjötkveðjuhátíðin íslenska saltkjöt og svo bæti spaunir við því, en saltkjöti kemur vegna þess að þá var það nýnæmi. Já. En saltkjöt verður ekki algengt hér fyrir á 19. öld. Það þykir mér merkilegt. Það er nú svo margt úr hérna íslenskri menningu svona sem að maður veit ekki. Nei, ég veit. Ég þekki þetta vel sjálfur. Það kom mér margt á óvart þegar ég fór að glugga í þetta. Já. Íslenskur almenningur,
Telurðu að íslenskur almenningur sé sko vel svona meðvitaður okkar sögu og menningararf? Ekki nema sumuleyti. Að sumuleyti en ekki. Ég veit þetta, ég þekki ekki hvaða sögubækur eru kendar núna í grunnskólum. Nei, það ábyggilega bara alltaf þessa sömu. Heldurðu það? Já, mér finnst það líklegt. Ég veit það ekki. Ég veit að dóttir mín sem núna reyndar í menntaskóla, en hún var þetta svona mikluleyti og mörguleyti í sömu bókum og ég. Já. Sem sem var allavega 22 árum á undan henni. Já. Nei, sko, það var í hálfa öld. Þá var í barnaskólum kend það sem venjulega var kallað íslenska Jónasar á Hriflu. Og hún var mjög læsileg og hún var náttúrulega gerði mjög, það var mjög einföld en bara ágæt Íslandssagar svona fyrir krakka. Ég held að hún sé ekki kend lengur og ég veit bara ekki hvernig Íslandssagan núna. Nei. Það voru Íslendingar, það var útdráttur úr Íslendingasögunum og ég nokkurn veginn viss það að þegar ég heyri stundum fólk sem blöskar að heyra að það lesi Íslendingasögunum á hverju ári. Já. Eða hafi lesið allar Íslendingasögunar. Ég held að fólk hafi ekki lesið neitt þessa Íslandssögu Jónasar á Hriflu. Það litla hefti. Já, einmitt. Fólk sem fer vitlaust með. Ekki ég lesið allar Íslendingasögunar. Nei. Og á ég þó að heita með próf í íslensku fræði frá Háskóla Íslands. Já, þær eru þetta margar. En þær eru mjög margar. Já, en svona það sem að kannski matarmenning Íslendinga, hún hefur nú verið svona svolítið til umræðu, nú það eru nýjir þættir á RÚV og svo alltaf svona annarslagið þá kemur þetta upp og auðvitað líka tengt þessum hefðum okkar á föstu. Hvað sko Íslendingar þessar hefðir og eins og þú ert kannski búin að fara svolítið yfir hafa breyst svolítið mikið og svolítið hratt. Já, það er matarmenninguna. Já. Já, ég hef ekkert það, ég treysti mér ekki að fara út í það. Nei, þú treystir þér ekki út í það? Nei, ég gerði athugasemdir við þessa þætti þannig í upphafi. Já. Það var nú bara aðalega út á því sem ég hafði vit á. Já. Og það var alltaf verið að tala víkingarna, hvað víkingarnir hefði borðað. Já. Og ég bara, af því að hinga koma engir víkingar. Nei. Það er bara svo einfalt. Já. En fólk lætur alltaf verið að hér hafi verið landnámsmenn, hafi verið víkingar. Já. Það er bull. Einmitt. Því að hingað hafðu engir víkingar ekkert að sækja. Þetta voru ránsmenn og hvað rændu þeir? Kirkjur, hér voru engar kirkjur og það voru ekki eins og kvenfólk til að ræna hérna. Þeir hefðu ekkert að ræna og þess vegna komu þeir ekki hérna. Það er bara einn og einn svona uppgjafa vikingur kannski en sko af þessum 50.000 manns eða hvað sem komu hingað þá voru nánast engir vikingar og samt alltaf verið að tala það hafi verið vikingar sem komu hingað. Já, áhugavert. Þetta einmitt, ég myndur segja að þetta væri bara svona þjóðarmiskilningur. Já, það er ekki, þetta nú komið, ég get alveg sagt hvernig þetta er. Sko, ég hefur skoðað þetta mjög vel. Það er aldrei talað víkinga í íslenskum bókmenntum nema illa. Nei, einmitt. Þangað til á 18. og 19. öld og hver ástæðan? Það er vegna þess að þýskir og enskir skáldssagnahöfundar fóru að skrifa skáldsögur þar sem að víkingarnir voru hetjur. Og ég verð að segja bara að það er bara, ég skammast mér fyrir það þegar að verið að kalla landnámsmenn Íslands víkinga. Já, þetta og við sjáum þetta núna í svona síðustu ár í tengslu við ferðamannastraumin. Já. Þá þetta svona, ég myndi segja svona sölu
punkturinn í hérna að selja hérna einhvers konar upplifun á þessari víkingaeyju. Já, þá má segja kannski það er aðeins að geta grætt á því. Ef við getum grætt á vikingunum þá er allt í lagi. Já, við getum rætt vikingana. Já. Já, það var flott. Já, það er réttlætingir kannski, sko. En það er vissilega, þetta er söluvara. Já, þetta er það. Hvernig leiðist maður út í þjóðháttafræði? Já. Er það forvitni? Ég verð nú bara að segja eins og að ég er fyrsti maðurinn sem að fekk þetta starfsheiti. Já. Og það var ekki opinbert, það var ekki, sko, orðið þjóðháttafræði var ekki til í orðið þjóðháttafræði var ekki til í orðabókum. Nei. Ekki, sko, bara ekki fyrir seint á síðustu öld. Það var til bók sem var gefin út 1934 og hét Íslenski þjóðhættir. Já. Og höfundurinn, séra Jónasson á Hrafnagili, hann dó frá verkinu og 18 árum seinna þá var ungur íslenska fræðingur Einar Ólafur Sveinsson fengið til að gefa þetta handritað út. Og þetta var svona þessi bók var þannig mjög vinsæl, Íslenski þjóðhættir, en það var ekki til neitt sem hét þjóðháttafræði eða þjóðháttafræðingur. Nei. Og svo gerist það 30 árum seinna að Þjóðminjasafn Íslands verður 100 ára. Það hefði aldrei verið neinn kennsla í þjóðháttafræði við Háskóla Íslands. Og ekkert, þá koma yfirvöld til þjóðminjavarðar og spyrja hvað getum við gefið safninu í afmælisgjöf á 100 ára afmælinu. Og Kristján Eldjárn, sem þá var þjóðminjavörður, já, það verður úr að hann segir láta okkur fá nýja deild, þjóðháttadeild, sem þýddi í reynd nýjan starfsmann. Já. Og þetta var 1964. Og það var það úr að safnið fekk þessa deild og þar með starfsmann. En hvaða starfsmann átti að fá? Engin Íslendingur hafði lagt stund á þetta. Nei. Ekki nema sem þetta var háskólagrein í Þýskalandi, heitir fólkskunde þar, á Norðurlöndum, fólkumunni víðskap og fólklífsforskning og fólklífsgransking. En jú, það var til einn maður sem var að læra fornleifafræði í Stokkhólmi eða í Svíþjóð. Og þjóðháttafræði eða fólklífsforskning sem aukagrein. Já. Og Kristján Eldjárn fær þennan unga mann, Þór Magnússon. Og hann er ráðinn þarna sem forstöðumaður þessara þjóðháttadeildar. Og þannig koma þjóðháttir í fyrsta skipti inn á Þjóðminjasafnið. Já. En hvað gerir svo? Já, ég býð spennt. Já, þetta er náttúrulega einkamál svolítið. Já. Nei, það sem gerist er að Kristján Eldjárn fengi til að fara í framboð sem forseti Íslands. Og hann er kjörinn með miklum yfirburðum. Og þá vantaði þjóðminjavörð. Og þá verður úr að Þór Magnússon, forstöðumaður þjóðháttadeildar, hann er ráðinn þjóðminjavörður í staðinn. Þá vantaði mann í þjóðháttadeildina. Og þá kemur mín saga. Já. Ef ég má eyða tímanum í það. Ég bara, endilega. Já, sko, ég fór innritaðist í íslensfræði þegar ég útskrifast úr menntaskóla. Og þá kemur að þeirri fyrirhlutaprófi í íslensku. Þá áttum maður að skrifa 2 ritgerðir. Aðra í málavísindum og hina í annarkvort bókmenntum eða sögu. Og það var nú ekkert mál með, ég valdi nú bara sögu, útflutningu skreiðar á miðaldum. En
prófessorinn í málvísindum, Halldór Halldórsson, hann kemur til mín og segir, ég hef fundið ágætt efni handa þér, Árni. Og það í merkingarfræði. Já. Og ritgerðarkjöt, aldur, upprunni og saga nokkura íslenskra hátíðanafna. Já. Og ég fer að glugga í þetta og hafði gaman af. Já. Því þarna sambandi við hátíðisdaga Já. var svo margt skemmtilegt sem gerðist eins og ég verið að rekja þetta núna. Akkurat. Svo kemur Halldór til mín, prófessor, og spyr hvernig mér gangi. Og ég segja nú hvað mér finnist gaman að þessu og ég spyr hvort ég að draga þetta fram í ritgerðinni. Nei, segir hann, ekki nema að útskýri merkingabreitingu. Og honum líklega sýnst ég verða heldur hnugginn og hann segir þá við mig, en Árni minn, af hverju notar ekki þetta efnin til lokaprófs? Okkur vantar einmitt menn í menningarsögu. Og svo þegar það kemur, Já. þá fer ég að glugga í þetta. En þá kom í ljós að það var engin prófessor sem var eiginlega ábyrgur fyrir þjóðháttafræði. En það vildi nú til að Einar Ólafur Sveinsson hafði sem ungur maður verið í þessu og hann gerðist minn svona leiðbeinandi. Og það var úr að ég skrifaði bók sem hét Jól á Íslandi. Nú síðan fór ég til útlanda, var sendikennari í Þýskalandi í 4 ár. Svo kom ég aftur og þá akkurat, og gerist bara kennari við menntaskólann. Já. En svo gerist þetta að Þór Magnússon verður þjóðminjavörður og það vantar mann, eða það aukt sæti þarna í þjóðhátíðinni. Og ég hafði samband við réttamenn og það var til þess að ég var ráðinn. Já. Þarna. Já, þetta Og það sem ég gerði mjög fljótlega var að ég fór að halda erinda á kollvökum í útvarpinu sem að hétu íslenski þjóðhættir eða eitthvað þess að það. Og þá fékk ég bara utan úr landinu orðið þjóðháttafræðingur. Ekki ég byggja það til sjálfur. Þetta flott orð, þetta flottur titill. Sem sagt, þannig þetta tilkomið. Þetta var, þess að sér þú spurði hvernig verður maður út í það. Þetta mín saga. Já, frábært. Ég velti fyrir mér þjóðhættir, hver er eiginlega, hver er munurinn á svona menningarsögu og þjóðháttum? Já, ég vil ekki kalla mig þjóðháttafræðing, af því ég hef ekkert prófið þjóðháttafræði. Ég hef prófið menningarsögu. Já. En málið er það, þjóðhættir, það eru fyrst og fremst gömul vinnubrögð, gamlir siðir og venjur og þetta er aðeins annað heldur en þjóðsögur. Þetta er náttúrulega mjög skilt, en þetta er vinnubrögð fyrst og fremst og svona gamansíðir og bara hvernig fólk býr til mat og hvernig fólk hugsa skepnurnar og þetta er svona dægurmál. Já, dægurmál, þetta er venjur bara, þjóðvenjur og þær breytast náttúrulega mjög frá öld til aldar breytilegar og hafa breyst afskaplega mikið á síðustu öld á 20. öldinni og núna og það er rétt að hafa það líka í huga að þeir sem að búa til þjóðhætti núna eru fyrst og fremst markaðurinn menn búa til venjur að þeir sem hafa einhverja söruvöru. Akkurat. Ég get tekið svona svolítið dæmi. Nýlegan, ég skrifaði bók sem hét Saga dagana alla sögu hátíðissaga Íslands. Það er ekki, það var nýlega Valentínsdagur. Já. Hann er ekki minni bók. Nú? Því hann var aldrei hér til, hann var aldrei haldinn hér, hann var ekki í íslenskum almanökum.
hann kemur ekki til söguna fyrir nokkrum áratugum. Einmitt. Ég man ekki eftir því að Valentínus, ég man eftir konudeginum. Já, hann gamall. Já. Nei, Valentínus var ekki til. Nei. Hann til erlendis og ekki neitt merkilegur dagur þar en þó. Hann 14. febrúar. Og ástæðan til að hann að verða dagur elskenda, það á því að í Evrópu tókum mun eftir því að spörfuglar fóru að para sig þetta leyti árs. Og þá gerðu þeir þennan 14. febrúar að degi elskenda. Og þetta var, og þannig var Valentínus dagur svona tengdist elskendum seint, þetta gerist verkar seint. Svo flytjast englendingar eins og aðri til Ameríku og í Ameríku verður alltaf verslunarvöru. Þar fundu þeir út að það er þetta græða á Valentínusdeginu og þaðan kemur svo Valentínusdagurinn til Íslands. Já. Eins og allt annað frá Ameríku. Þetta munstur, sko, fólk fyrir að flytja til Ameríku upp úr 1600 og flytur með sér evrópska siði og þeir koma svo aftur í breyttri mynd til Evrópu og þá sem söluvara. Sem söluvara einmitt. Það er áhugavert að hugsa þetta sem þú varst að segja og í þessu samhengi að það sé að útlendingar eða fólk með annan uppruna sé ógn við bara komandi menningarsögu og hefðir þegar að kannski hinn raunverulega ógn eru markaðsöflin. Já, það Sumir segja að það sé hinn mesta blessun. Já, þeir eru til. Já, ég ætla ekki að fara að blanda mér í það. Nei, við þurfum ekkert að fara út í það. En áttu þér uppáhalds hefð eða þjóðhátt? Er það rétt með farið? Ég held ég verið að segja nei. Mér ekki gaman að mjög mörgum gamlum venjum sem eru aflagðar og mér þykir mjög vænt það þegar fólk borðar saltkjöt og baunir. Já. Og þó að bolludagurinn sé miklu yngri, bolludagurinn kom ekki hingað fyrir hingað komu bakarar. Já. Og bakararnir komu hérna frá Noregi og Danmörku. Og Bernhofs bakari í Bankastræti með því allra fyrsta og þaðan koma bollurnar. Já. Það svona, fyrir miðja á 19. öld. Áður voru þekktust bollur alls ekki hér. Þannig að þetta svona tiltölulega nýr dagur þá. Já, hann nýr. Já, hann sem bolludagur. Já. Annars var þetta bara mánudagur í föstuingang. En manstu eftir einhverjum svona lokum áður en ég hleypi þér hérðan frá og næstu viðmælendum manstu eftir einhverjum svona fyndnum sið eða hefð sem hefur kannski gleymst eða aflagst svona með tímanum og þú getur sagt frá? Ég nú bara svo tómur í hausnum, sko. Já. Ég gæti eitthvað fundið eitthvað ef ég hefði leikri tíma en ég held ég verði bara að segja pass. Já. En svona lokaspurning af dögunum þremur, bolludegi, sprengidegi og öskudegi. Já. Hver uppáhaldsdagurinn þinn? Ég held að það muni vera sprengidagur. Já. Kannski af því ég man eftir honum mest úr bernsku. Já. Ég man mest og það var ákveðin hátíð. Það sprengi saltkjöt og baunir. Já, alveg dásalegt. Þangað til maður vaknar svo á öskudegi með svona saltbjú í andlitinu. Já. Ég held að við séum mörg að gangi gegnum það í dag. Já. Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur og
menningarsagfræðingur. Já, segðu það. Já, þakka þér kærlega fyrir að koma og heimsækja okkur hér við rauðaborðið. Það var heiður að fá þig og gaman að fræðast hjá þér íslenska hefðir og menningu. Já. Og hér skulum við svo setja punkt í kvöld og þökkum við öllum góðum gestum sem til okkar komu fyrir komuna og ykkur sem áhlýttu þökkum við kærlega samfélgina. Laufey Líndal fyrir hljóð og útsendingu og samstarfsfólki mínu þakka ég líka fyrir skemmtilegar og góðar umræður við borðið og ég minni á að á samstöðun.is er hægt að gerast áskrifandi og styrkja þar með þetta góða og skemmtilega lifandi samtal sem á sér stað hér við borðið dag hvern. Takk fyrir og góða nótt.